Komið sæl. Við höldum áfram með Njálu frá kafla 18. Í síðustu köflum þá kynntust við Hallgerði Langbrók og fengum að vita svona þessum hennar fyrstu hjónabönd. Núna kynnumst við hetjunni Gunnari á Hlíðarenda sem að verður einmitt þriðji eiginmaður Hallgerðar. Við hittum líka aðeins aftur hana Unni Marðardóttur en Gunnar er frændi hennar og hann hjálpar henni að ná aftur peningunum sínum sem hún tapaði eftir hjónabandið eða eftir skilnaðinn við Rút. Það dugir ekkert minna en heill kafli í sögunni til að lýsa því hvað Gunnar á Hlíðarenda er flottur gaur. Allir hans fjölmörgu kostir eru tíndir þarna til. Gunnar er svona þessi típiska hetja Íslendingasagnanna. Hann er fagur, hann er ljós yfirlitum, sterkur, ríkur, góður, sannur vinur, mikill bardagamaður og svo er hann eiginlega hálfgerð ofurhetja. Hann getur hoppað hæð sína í fullum heyrklæðum, getur hoppað jafnlangt fram og aftur og þegar hann heldur á sverði þá virðist eins og hann sé með 3 sverð á lofti í einu. En þið skulu lesa vel þessa mannlýsingu á Gunnari í kafla 19. Í 20. kafla þá kemur Njáll sjálfur til sögunar, þið vitið brennu Njáls saga og allt það. Hann býr á Bergþórshvoli og hann á konu sem heitir Bergþóra. Njáll og Gunnar eru miklu vinir en þeir eru mjög ólíkir karakterar. Lýsingin af Njáli er ekki eins löng og skrautleg og lýsingin á honum Gunnari og það er tekið fram að Njáli vaxi ekki skegg og þetta virðist nú kannski vera svolítið til þess að draga karlmennsku hans í efa. Hann er allavega ekki eins mikið ofur menni og hann Gunnar. En Njáll er mikill lögmaður, vitur, forspár og góðgjarn og sérlega ráðagóður. Enda er Gunnar á Hlíðarenda, hann er alltaf að fá ráð hjá Njáli þegar hann þarf ráðleggingar einhver í hin ýmsu mál. Nú Bergþóra hún er sögð kvenskurungur og drengur góður og hér þýðir drengur vöndu manneskja hvort sem það er kvenmaður eða karlmaður. Nú í 18. kafla sem var örstuttur þá er sagt frá dauða Marðar-Gígju og Unnur dóttir hans, hún erfir allt eftir hann en hún er eyðslusöm og fer fljótlega að skorta fé. Og svo í kafla 21 þá leitar hún til Gunnars frænda síns og biður hann að hjálpa sér að heimta þarna féð sem hún á ennþá hjá Rúti, heimanmyndin. Gunnar honum líst nú ekkert voðalega vel á þetta því að Mörður sjálfur, Mörður Gígja, honum tókst ekki að ná fénu þrátt fyrir að vera svona mikill lögmaður. En Unnur bendir réttilega á að Rútur vann auðvitað málið með vopnum að því að hann skoraði Mörð á hólm en ekki með lögum. Og Unnur segir Gunnari að leita auðvitað bara ráða hjá Njáli því að Njáll hann er svo ráðagóður og vitur. Kafli 22 er sérstakur kafli og þarna fáum við að heyra ráðleggingar Njáls. Hann rekur þarna nákvæmlega atburðarás sem að hefur ekki átt sér stað. Segir fyrst verið þangað og svo gerir þetta og þá myndu segja þetta og þér mun vera svarað svona. En hann segir Njáll segir Gunnari að dulbúa sig sem kaupahéðinn sem er svikull og leiðilegur kaupmaður. Og það er áhugavert að við notum þetta orðin þá kaupahéðinn í dag svona slæga businessmenn. En Gunnar á að fara sem kaupahéðinn á Höskuldsstaði, þið munið til Höskulds Dalakollssonar sem er pabbinn á Hallgerðar, þau hittast reyndar ekki þarna. En þar á hann að stofna til áfloga svo hann verði sendur á Rútsstaði til Rúts. Þar á hann að haga sér eins og montras og fífl. Og með bráðum á svo kaupahéðinn eða Gunnar auðvitað að fá Rút til að segja sér hvernig eigi að stefna Rúti samkvæmt lögum á Alþingi til að fá aftur féð hennar Unnar. Og kaupahéðinn fer fyrst með stefnuna á rangan hátt svo að Rútur hlær að og svo fær hann Rút til að gera það á réttan hátt og kaupahéðinn endurtekur stefnuna. Rútur er svo eini sem veit hvernig hægt er að ná fénu af honum og þarna tekst Gunnari eiginlega að fá Rút til að stefna sig sjálfur. Þetta er auðvitað svona ráðabrugg hjá honum Njáli til þess að Gunnar geti náð aftur í féð hennar Unnar og komið Rúti fyrir kattanefirun. Nú í 24. kafla þá fylgir Gunnar þessum ráðum Njáls í einu og öllu og þetta gerist auðvitað alveg eins og Njáll var búinn að segja. Og þetta heppnast allt saman og þessir kaflar hérna sýna svolítið hversu klár og vitur Njáll raunverulega er og við skulum auðvitað taka hans ráð alvarlega en veit hvað hann er að segja. Það kemst reyndar upp svikin. Rútur og Höskuldur þeir fatta að kaupahéðinn er í rauninni Gunnar. Höskuld hann dreymir draum svona fylgju Gunnars og svo höfðu einhverjir vinnumenn þarna tekið eftir tignarlegum klæðum kaupahéðins undir þessum dulbúningi sem hann var í.
En Gunnar sleppur samt undan, það var hluti af ráðum Njáls hvernig hann ætti að sleppa undan og á næsta alþingi þá þarf Hrútur að greiða út allt fé Unnar. Hann ætlar að reyna að komast hjá því með einhverjum lagaklækjum en þá kemur Njáll og segir að það megi nú alveg bjarga þessu einhvern veginn með öðrum lagaklækjum en Gunnar hann ennir ekki býtt þessu, grípa bara til samaráðs og Hrútur gerði forðum þegar hann skoraði á Mörgíu á Hólm. Og Hrútur, nú hann farinn að eldast aðeins og það ljóst að hann mun ekki geta unnið bardaga við Gunnar og Léranda sem svona svakalega mikil hetja. Þannig að Hrútur neyðist til að greiða allt féð út en hann segir enda við Gunnar að honum mun nú hefnast þetta og við munum að Hrútur forspár. En Gunnar hann vill ekki fá neitt svona laun eða fá neitt að fé Unnar í staðinn fyrir að hafa gert allt þetta en hann vill fá að eiga inni hjá henni og hennar fólki ef hann þarf ekkert því að halda. Í 25. kafla giftist Unnur aftur manni sem heitir Valgarður hinn grái og hún gerir þetta án ráða frænda sinna. Hún sem sagt leitar, hann spyr engan álit, skiptir sig bara og Gunnar og fleiri eru nú ekki ánægðir með þetta. Þessi Valgarður hann grálindur sem þýðir að hann undirförull og þau eignast svo saman soninn Mörð og þessi Mörður yngri, hann illgjarn og verður mjög illa við Gunnar. Þetta örugglega einhvers konar afbrýðisemi og annað. Og Mörður hann á eftir að reynast Gunnari mjög illa, hann svo slæmur að það var engin Íslendingur skírður þessu nafni fyrir en fyrst aftur á 20. öld, það var bara engin Mörður til. Og það þótti ekki góðs vit að bera þetta nafn, tengt við legar og svik, tölum legamörð. En þetta nú breyst í dag sem betur fer og það eru nokkrir til sem heita Mörður. En þannig að þrátt fyrir það að Gunnar hafi gert ýmislegt til að hjálpa Unni og redda henni öllum peningunum og öllu því, þá verður þarna sprettur upp óvinátta milli Gunnars og fólksins hennar Unnar, sem á eftir að leiða til alls konar vandræða fyrir Gunnar. Nú í þessum kafla sonum Njáls aðeins lýst og þeir eftir að koma frekar við sögu síðar. Þetta eru Skarphéðinn, Grímur, Helgi og Höskuldur sem launsonur hans. Þeir eftir að spila nokkuð stóra rullu í sögunni. Það aðeins fjalla konur þeirra og þessi hjónabönd. Þau eru auðvitað til þess gerð að búa til mikilvæg tengsl við hinn og þennan höfðingjan, næla í auka jarðir og svona. Það nefndur þarna einn höfðingi sem heitir Ásgrímur Elliðagrímsson og dóttir hans giftist einum syni Njáls. Önnur leið til að búa til svona tengsl á milli fjölskyldar að taka börn í fóstur og Njáll tekur þarna ungan son Ásgríms í fóstur og tryggir þar með vináttu sína en frekar við fjölskylduna. Nú seinna þegar persónur fara aðeins að dragast í flokka á móti hvorum öðrum, þá munu þessi fjölskyldu tengsl út allt skipta miklu máli. En synir Njáls, þó þeir séu giftir og komnir með sína eigin fjölskyldu, þá eru þeir samt yfirleitt heima á Bergþórshvoli með föður sínum. Þeir halda þarna hópinn og það mikið margmenni þar á Bergþórshvoli. En ég hef ekki lengri í bili, takk fyrir að hlusta.